ætla að gera hérna dæmi frá því í fyrra sem var verkefni 10 þá, sem var snerist það að búa til einhvern svona niðurteljara sem að sjá, hérna þar sem við ættum að geta valið einhverja dagsetningu, gefið henni eitthvað heiti og þá byrjaði einhver niðurteljari. Þannig við getum sagt, hvað er langt í jólin? Það eru 16 dagar eða eitthvað. Og svo telur þetta niður sekundu fyrir sekundu fyrir sekundu. Og já, þegar að það kláraðist þá átti að segja að þetta sé liðið eða ef þetta er liðið að þá að þetta sé búið. Og þetta átti alltaf að vista í local storage, þannig að þegar ég opnaði síðuna aftur þá var þetta byrt og byrjaði strax niðurtalningu frá því bara hvað er langt frá þeim tímapunkti sem við erum á. Og síðan var takkið til þess að eyða þessari niðurtalningu og leyfa okkur þá að skrá nýja niðurtalningu. Og það var 12 uppsett, ekki roll-up reyndar, en ég ætla í staðinn fyrir að reyna að forrita þetta eitthvað svona frá grunni, að gefa bara svona yfirsýn yfir verkefnið og svona aðeins að skoða hvernig þetta er alltaf að haga sér saman. Og hugsanlega refactor eitthvað, af því að þetta er ég var búinn að refactor þetta einhver leiti en skoðum það aðeins betur og hvað er að gerast. En til þess að byrja með þá er þetta sett upp svona svipað eins og verkefni 10 en núna, að við erum með öll þessi tól hérna. Þetta er bara nákvæmlega sömu tól uppsett og í verkefni 10. Og ef ég keyri hérna npm run npm test þá keyri það ESLint og StyleLint og það eru enga villur. Við getum gert hérna _s til þess að fá það silent en ef það skil ekki út öllum eins og við hinum görum hana. En ef ég segi hérna const foo jafnt og 1 setja inn sér villu viljandi og keyri núna þetta, þá fæ ég hérna að þetta er. Þannig að þegar ég er búið með verkefnið, þá vill ég alltaf að þetta sé hreint þegar ég keyri þetta. Það séu engar villur. Það gerist á einhverju, það gerist þannig. Svo get ég gert npm run def og það keyrir upp allt þetta svona dot, rollup, sas, watts, browsersync og birtir okkur þetta viðmót hérna. Og við skoðum aðeins hvernig viðmótið er sett upp. Setja þetta niður hérna. Þá erum við með eitthvað form hérna og hérna erum við bara að nota bem til þess að gefa okkur klassa til þess að geta stíla það þá svona, hérna til hliðar og eitthvað. Síðan erum við að nota type date og type time til þess að gera þessi hérna. Þannig að við getum sagt aðfangadagur. Svo ætlum við að segja, getum við notað þetta hérna 24. klukkan 18:00. Þá erum við komið með niðurteljara. Ég meina það eru 42 dagar til jóla. Þannig að þá er í raun eitthvað búið að fjarlægja þetta hérna form og birta eitthvað hérna inn í þessu hérna countdown. Ef við skoðum þá hvað er að gerast hér, þegar að dommið er tilbúið, þá erum við að segja hérna, við ætlum að importa countdown frá lib countdown og það er þá einhver klasi og við ætlum að búa til nýtt tilvik á honum og kalla í load aðferðina. Og þá, ef við hoppum í hann hérna, þá er þetta hópar saman þessari virkni fyrir hérna niðurteljara. Og við exportum klassinum með því að segja export default class countdown og það leyfir okkur að gera þetta hérna import countdown. Síðan er konstruktorinn sem keyrir þegar við búum til tilvikahlutnum. Hann segir key name er countdown, containerinn er query selector countdown, formið er query selector form. Þannig að þetta er í raun að vísa yfir í þessa hérna þessi tvö element hérna. Þannig að við höfum þau hérna aðgengilega gegnum this container og this form. Og síðan búum við til hérna event listener á submit á forminu sem segir submit, this.submit, bind this. Þannig að þá keyrir það hérna submit fallið
hér og ef við sem sagt gerum hérna, nú ætlum ég að skoða hvað gerist ef að ég set ekki þetta bind hérna og ég eyði þessu núna og ég bý bara til eitthvað nýtt hérna búa til svona og við dettum hérna inn í debuggerinn þá get ég farið hérna í watch og ég get gert plus og ég get sagt this og þá this allt í einu orðið formið en þá í raun skilgreining á því þegar að takki keyrir að þá ef að this ekki skilgreint öðruvísi þá mun það vera skilgreint sem formið sem takkin var ýtt á í þannig að ég ger þetta og ég fer hérna yfir í næstu línu prevent default, kemur í veg fyrir að forminu sé postað ég segir title, þá fyrir hún að segja this.form sem undefined .query selector sem mun kasta þá villu það mun segja, þú getur ekki kallað í query selector á undefined og forritið okkar hættir þannig að til að koma í veg fyrir þetta og til að sjá til þess að þegar þetta hérna fall keyrir þá sé þessi klasi þetta this í þessu hérna tilviki þá segjum við bind this þannig að við erum búin að festa kontekstið sem submit keyrir á að vera þessi klasi í staðinn fyrir að vera formið þannig að þá getum við keyrt þetta aftur og já, hérna, svona og núna ef við gerum hérna þá sjáum við að this countdown þannig að this hefur þá aðgang að container, formi og þessu keyni en þá mun þetta allt saman keyra eins og við gerum ráð fyrir ok, þannig að það þá það sem gerist hérna að við finnum titilinn, dateið og timeið úr forminu þetta sem við vorum með hérna, skrifum inn hér bara sem this form query selector input text, date, time hvernig sem við finnum það margar leiðir að því síðan segjum við hérna, við þurfum að búa til date sem við ætlum að vista þá erum við með hérna eitthvað hjálparfall sem heitir parsed date þá getur ég haldið hérna command og ítt getur ég hoppað yfir það þá eins og það kannski kynst aðeins þá gaman að vinna með dagsetningar hérna skilum við bara new date sem þá dagsetningin þegar þetta gerist svo segjum við this.save sem að tekum við title sem string og date sem datahlut, vista sem JSON gögn í local storage undir this.keyname þannig að þetta vistar í local storage og síðan höfum við this.create sem að býr til elementið fyrir niðurtölurann og bætir við containerin og setur þá this.date sem dagsetningu sem talar niður að this.element sem gefur niðurtölurann og bætir við þessum eyðatakka og tengir hann við fall til þess að eyða og hérna í raun ekkert svakalegt að gerast við erum bara að búa til þessi elementi sem við erum búin að vera að gera ítrekkað upp á síðkastið og við segjum hérna samt this.container countdown og this delete button hérna this delete bind this þannig að það sama á áður við viljum að delete fallið okkar keyri með þessum klasa sem konteksti ekki forminu þannig að þá mun þetta hérna geta kallað í this.stopCounter this.showForm og hérna kallað í empty sem fjarlægir allt úr containerinn fjarlægir alla þessa hérna gauðra sem eru til þannig að ef við stígum bara í gegnum forritið okkar hérna bara í gegnum svona og sem búa til þannig að þá erum við hérna og við stígum í gegnum þetta sækjum title, date og time og segjum síðan parse date þannig að við getum fært hérna step into þá fáum við date sem 2018-12-31 sem sett á ISO, hérna, ISO hvað sem var formi og time sem 23.59 þá þurfum við að búa hérna til hjálparbreytur D og T sem splittar þessu hérna fyrir okkur og býr síðan til ár og alveg niður í mínútu og skilar okkur því þannig að þá sjáum við erum komið með hérna
year 2018 og svo framvegis. Svo getum við ítt hérna á step out, þá förum við aftur þar sem við kölluðum ífallið og hérna og step in hérna í create, þá date þessi dagsending sem við erum að telja niður að. Síðan búum við til öll elementin, bætum við containerinn, segjum hérna this.element countdown sem við munum vísa í á eftir, búum til delete buttonin, bætum við þetta, bætum við containerinn, köllum í this start counter og this hide form. Þannig að þessu er start counter og hide form. Þannig að núna erum við búin með þetta og búin með submit formið og búin með keysluna á forritinu okkar. Þannig að við getum núna byggt á play, en það sem er í gangi núna er verið að tellja hérna niður í eitthvað. Þannig að þegar við köllum hérna í this.starttimer, þá start counter, þá fórum við hérna inn í þetta hérna fall sem sagði this.count og this.interval window set interval this count bind this. Þannig að þá segjum við á 1000 millisekundar fresti á að kalla í count fallið á þessum methoduna, þessum hlut, bundnum við þennan hlut, þannig að hann munir ekki vera bundin við window, heldur við þennan klasa, og það munir keyra á sekundu fresti. Og til að byrja með þá köllum við í þetta hérna til að fá fyrstu talninguna. Svo getum við farið í count fallið, það hérna einhvers staðar. Þetta svona einmitt það stór klasi hérna á orðin einhver 250 línur, þannig að það mætti hugsanlega færa eitthvað svona hjálparföll út úr þessu og svona. En hérna count og þetta telur niður og það sem þetta gerir í raun að segja þetta element sem við vistuðum áðan. Þannig að núna ef ég set stopp hérna, þá á næstu skipti sem þetta tikkaði, þá kom ég hérna inn og breykaði forritið og this.element er þá elementi sem inniheldur þennan counter hérna og við ætlum að segja remove child this element first child, þannig að við ætlum að fjarlægja þannig að þá fjarlægja við counterinn og við búum til eitthvað diff sem í raun bara hvað eru margar millisekundur þangað til að þessi atburður á sér stað, eins og við höfum gert áður. Það eru svona margar millisekundur og ef að þessi hérna tala væri jöfn eða minni 0, þá væri þetta í raun annarkvort akkurat núna eða í fortíðinni og þá myndum við birta hérna komið í staðinn fyrir þetta hér, myndum það bara segja að teljarinn væri búinn, en annars ætlum við að fara hérna og segja countdown er this.countdown á diff og þá fáum við eitthvað nýtt element sem er þá í raun bara HTML representation af því hvað er langur tími í þetta. Og við tökum það element og bætum því við hérna þar sem við einnum counternum og þannig fáum við í raun þetta út, þú veist hvernig þetta lítur út. Það er að segja að ef við fjarlægjum þetta hérna, þá erum við að fjarlægja, teikna, en það gerist það hratt að það er ekki sjáanlegt fyrir okkur að þetta hafi verið að fjarlægja öll þessi element og teikna það aftur. En ef við förum svo inn í þetta hérna, þá er það sem við verið að gera hérna er einfaldlega að segja að það eru hve margar sekundur í þetta gerist. Það eru svona margar. Hvað er það í dögum? Jú, það er math floor af því að taka allar þessar sekundur og deila með í raun hvað eru margar sekundur í degi og síðan restin af því, hvað eru margar sekundur, hvað eru margir klukktímar, restin af því voru að nota hérna remainder operatorinn til að fá í raun restin alltaf. Þannig að við stígum í gegnum þetta, við sjáum að það eru 49 dagar, 6 klukkustundir, 40 mínútur og 3 sekundur. Síðan búum við til þennan container, bætum við hann einhverjum klasanum og búum til í raun þessi hérna með þessu create element hérna, einhverju hjálparfalli, búum við til þessa kassa og bætum þeim síðan við containerinn sem er síðan skilað og counterinn telst til.
þegar þetta allt að keyra, þá erum við búin að skrifa þetta hérna yfir í bundle og hann það sem verið að keyra í vafranum og ég gat í raun steppað í gegnum þetta allt saman og skoðað í raun nákvæmlega línurnar í kóðanum mínum, ekki þessum hérna kóða, út af því að hérna var source map. Source mapið í raun skilgreint hérna, bæði á rollup og á Babel til þess að við getum túlkað þarna á milli. Já, skulum bara segja þetta gott.